Guðmundur, þið þetta vera þungu fargi létt að vera búið með að mæta Íslandi? Já, ég voðalega feginn því. Þetta ekki góð tilfinning, satt að segja, það bara þetta þannig. Ég þjálfaði nú liði í rúm 8 ár minni mig og ég búinn að eiga frábær samstarf við þessa stráka og vinna með þeim medaljur og þannig að það var mjög sérstök tilfinning en hins vegar var það nú þannig, ég hef búinn að undirbúa mig vel svona andlega að fara í þetta verkefni og reynda að bæja öllu frá mér öðru en því að ég bara að fara að spila handboltaleik með danska landslið og það skylda mín að fara í það á fullu og það gerði ég að sjálfsögðu og svo svona kannski bara þegar þetta var nú yfir staðið þá gekk ég yfir til drengjana og aðeins tók utan um það og svona það var mikilvægt. Leikskipulagið fyrir þennan leik, hvernig settur þennan leik upp? Já, ég setti það nú bara þannig upp að við ætlum að vera þéttar í vörninni, spila aftar og það var náttúrulega hafði sínar já, það var eiginlega planið frá upp alveg óháð því hvort að Aron hefði spilað eða ekki. Það var eiginlega að loka svolítið á hlaupaleiðirnar hjá Íslendingum. Þeir spiluðu frábærlega á móti okkur í Danmörku og við spilum ekki vel líka og það var náttúrulega það og svolítið og svo var náttúrulega planið að keyra alveg massíft á þá vegna þess að þetta vissi ég það að Íslendingarnir voru orðnir þreyttir sko, það var búið að nota mikið, keyra mikið á leikjumönnum sko og þegar þú komin í 7. leik sko þá þetta farið að segja til sín og það það sem við gerðum, við skorum fyrstu 8 af 10 mörkum úr hröðum upplöpum, við keyrðum alveg í botni á þá sko, þannig að þetta var mjög erfitt fyrir þá en við að samanskapi vorum að spila góða vörn, góða markvarsla og gerðum marga hluti vel sko. Já, það eins og segir, þið keyrðu á íslenska liði náði aldrei að keyra á ykkur, þeir ætlu að gera þetta einhverjum krafti en þeir bara lentu á vegg hérna á vörninni og markmannum. Já, þannig þróaðist þetta en ég fannst engu að síður sko Íslendingarnir berjast allan tíman og alveg til fyrirmyndar sko, þeir gáfust aldrei upp og sem þeir náttúrulega gera aldrei og þannig að þannig gerðu þeir þetta vel eins og hægt var, fannst mér. Nú mætti Spánverjum næst. Riðillinn sem þú varst í náttúrulega mjög erfiður og þessi fyrsti leikur á móti Argentínu náttúrulega var ekki góð úrslit og þar af leiðandi ferðu mjög erfiða leið og ætlar að fara alla leið. Alveg gríðarlega erfiða. Nú bara að taka næsta leik og það bara okkar hlutskipti og það þýðir ekkert að velta sér upp á því. Nú bara að fara í leikinn á móti Spáni og vinna hann, finna leiðir til þess að brjóta niður vörnina þeirra með góðum sóknarleik. Það lykilatriði á móti þeim og síðan getum við sagt að við þurfum auðvitað líka að spila frábæra vörn til þess að hjálpa okkar markverði og síðan að fá hraðaupplöp sem okkur mikilvæg. Mannskapurinn út búinn að vera duglegur að dreifa álaginu, eru menn þá núna síður þreyttari heldur en önnur lið? Já, ég búinn að dreifa álaginu bara mjög vel, finnst mér. Og já, en kannski ekki frekar en Spánverjar. Spánverjar voru með frekar léttan riðil og ekki margir leikir sem þeir þurftu virkilega að hafa fyrir hlutunum. Þannig að ég vil segja bara að við höfum skipt eins mikið og eiginlega hefur verið mögulegt, finnst mér. Við erum notað alla 4 hornamenn í öllum leikjunum, alltaf skipt sko milli hálfleika og ég er búinn að nota alla 3 línumenn alltaf og síðan skipt, nú komin inn Mads Mensa komin, hann leysir mikil af og svo framvegis þannig að það svona búið að vera mikið verið að nota mannskapinn og það náttúrulega mjög mikilvægt sko. Hópurinn góður andi í hópnum? Frábær andi og mjög gaman að vinna með þessum drengjum og þeir eru mjög faglegir og taka þátt í þessu af líf og sál og það stórt hjarta í þessu liði og það mjög mikilvægt. Gangi vel, Guðmundur.